Strákar, nú AK Extreme á laugardaginn og hefst núna í dag, 5. degi. Verður þetta með sama sniði og hefur verið? Já, keppnin með hátíðinni með sama formi. Þetta 3 daga festival. Hefst 50-dagskvöld klukkan 6:30 á keppni sem heitir Chinese Downhill upp í fjalli. Hvað er það? Þá er öllum keppendur safnað saman efst tróðan strítu og hafa búin til ráslína. Allir fá drykk í opnu glasi og þurfa síðan þegar að starta þá þarftu að hlaupa, finna brettið sem er í hrúgu, klæða í það og keyra niður eins hratt og þú mögulega getur án þess að hella úr glasinu þínu. Þannig að það er dæmt út frá fyrstu í mark og mesta magn af drykk í glasinu þínu. Síðan er fullt af vinningum í brekkunni, svona stangir, skíðastangir sem getur náð, þannig að skiptir ekki endilega máli að vera fyrstur eða sem mesta drykk í glasinu og það er öllum velkomið að taka þátt, þannig að bara mæta upp í fjall núna 5. dag klukkan 6:30 upp í Hlíðarfjall. Eftir þessa keppni í kvöld þá er partí á Salanum og svo aftur á morgun og þá er stefnan á að það er stórt snjóbrettapark í gangi upp í Hlíðarfjalli og fólk mun bara hafa frjálsan tíma í að leika sér þar. Svo kvöldið er svokallað drip session eða mót í gilinu, í göngugötunni og þar verður keppt og einhverju blötusnúðar og læti í gangi þar. Og koma fyrir alls konar hindrunum, handriðum, boxum, bíll í fyrra. Virkilega sjónarhorn skemmtilegt og auðveldur aðgangur. Fólk getur bara rúntað göngugötuna og kíkt á þetta, mjög skemmtilegt. Og eftir það er svo afturpartí í Salanum. Fullt af hljómsveitum sem koma sunnan að skemmta og eitthvað að norðan líka. Það er þetta nálgast dagskrána inn á akx.is. Svo kemur laugardagurinn og þá er aðaldagurinn. Sama stemt á að fara í fjallið, renna sér, hafa gaman, hitta vinina og bara eiga góðan dag. Og svo kvöldið, klukkan 9, þá hefst Big Jump keppnin stóra. Og Big Jump keppnin er stærsta aðdráttaraflið hjá AK Extreme og það er þetta mannvirki fyrir aftan okkur sem tengist í. Já, það er einmitt akkurat það. AK Extreme er byggt í kringum þessa stökkkeppni og við höfum verið með áhorfendur kannski allt að 7.000 manns að koma og horfa á og þetta er aðal aðdráttarafli. Koma flesti fyrir þetta. Það verður sjónvarpa frá þessu og N4. Mikið rétt. Og það verður sett upp svakalegt hljóðkerfi sem búið að flytja á sunnan. Einhverju DJ-ar að spila. Það verða sprengingar og stökk á snjóbrettum, skíðum og á vélsleðum líka. En er ekki svakalegt, bara horfandi á þessa palla er ekki rosalegt umstang í kringum þetta, bæði í undirbúning og öryggisgæslu og öllu hinu? Jú, það er náttúrulega rosalega mikil vinna eins og fólk sér bara að kíkir á þetta svæði og þessi atburður er algjörlega sér á báti. Þú sérð hvergi annars þar í heiminu svona atburð, það er að segja byggðan úr gámum og í nálað við bæinn. Þannig að þetta er virkilega skemmtilegt og mikið sjónarspil og það er náttúrulega rosalega mikið af sjálfboðaliðum og fyrirtækjum og einstaklingum sem standa að hjálpa okkur og það er náttúrulega ekki hægt að gera þetta nema að fengjum með þessa gáma frá Eimskip og góða stuðning frá þeim og gámastæðan hún hefur verið að stækka ár frá ári og núna komin upp í 5 hæðir. Við erum búin að hanna þetta innrönn þar sem rennt sér fram af og niður og þar skiptir málinn hraðinn sem kemur niður sé nægilegur, lengdin frá brautinni að stökkpallinum, lengdin frá stökkpallinum í lendinguna og svo brattinn í lendingunni. Og allt þetta þarf að spila saman til þess að fyrst og fremst að sýningin sé góð, stökkin sé nógu stór, en einnig líka öryggið. Því að ef þetta allt passar ekki saman, þá er slysahætta. Og með bara í gegnum árin, þá er búið að ná þessu í gegn, að koma sér í þetta form. Í dag er íslenskur strákur sem flaug heim frá Innsbruck í Austurríki sem að koma og aðstoða við svo kallast að shapea það, að stilla þess af og sérsníða þetta, þannig að þetta verður eins gott og hægt er. Þetta er hátíð, það er mikil gleði sem ríkir í kringum þetta. Með könnun á síðasta ári þá var AK Extreme næst vinsælasta bæjarhátíðin hér á Akureyri og eftir menningarhátíðin ykkar, eða Akureyrarvökunni.
Þannig að bara virkilega gleðiefni hvað er margir jákvæðir fyrir þessu og taka þátt í þessu með okkur og þetta var eins og við höfum oft talað það var erfitt að gera þetta í Reykjavík út af því að boðleiðirnar eru svo stuttar hér á Akureyri, það er alltaf einhver sem þekkir einhvern sem getur reddað einhverju og þannig hefur þetta virkað öll þessi ár.